Góðir gestir, við bjóðum velkomin til þessara hátíðarsamkomu, skulum við segja, málþings, móðurmál málanna, sem að haldið fyrir tilstuðlan Íslensku UNESCO-nefndarinnar og stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í samvinnu við Kennarasamband Íslands, Samtökin Móðurmál, Reykjavíkurborg, Borgarbókasafn og Tungumálatorg. Það sérstök ánægja að standa fyrir þessum viðburði sem forstöðumaður Vigdísar Finnbogadóttur, því eins og þið kannski vitið að þá þeirri stofnun ætlað alþjóðlegt hlutverk og hefur þegar fengið það samkvæmt samkomulagi við UNESCO í júní á síðasta ári, og í þetta samkomulag felur í sér, eða þessi samningur felur í sér að stofnunin eigi sérstaklega að stuðla að fjölmenningu og fjölþingi, og það sérstakt áherslaatriði rétturinn til móðurmálsins og mikilvægi móðurmálsins bæði fyrir einstaklinga og fyrir menningu þjóða og heimsins alls. Ég ætla ekki að hafa þessi orð lengri hér, en ég ætla að biðja hér ung fólk sem ætla að lesa nokkur aðeins. Señoras y señores, buenos días y bienvenidos a este seminario de lengua materna. Un asunto importante. Gracias. Lewanasiamala miashonutaha adacho datovovos siwala Iceland dukama. Eyemia Bo video to Yeye sido pa heyama kata pa nukaka tohana daba nutila. 本日のイベントおよび母国語ウィークはウィーティス・コンコアトクテル・インスティテュート、アイスランド・ユネスコ協会、レイキャビク図書館、アイスランド教育員組合、母国語教育の会、トンクモノトなどの関係者により計画運営されています。Og það viðeigandi að þakka þessum ungu þátttakendum hér fyrir framlag þeirra með bókinni Tungumálunum heimum, orðnenda Vigdísi, sem afrituð af Vigdísi, velgjörðars sendiherra tungumála í heiminum, og bókin fjallar sérstaklega mikilvægi tungumála í ólíku samhengi, bæði móðurmáls og annarra tungumála, og gefin af bók sem var gerð af íslensku rithöfundum í tilefni af stórafmæli Vigdísar fyrir nokkrum árum síðan, og einmitt þeirra framlag til draums hennar alþjóðlega tungumálamennsku hér á Íslandi. Það KKV, og það Óðinn, og það Anna María. Takk fyrir það. Já, og við göngum þá til dagskrár, og fyrsta dagskráni Dr. Hólmfríður Garðarsdóttir, forseti deildar erlendra tungumála bókmennta málvistar við Háskóla Íslands. Gjörðu svo vel, Hólmfríður. Frú Vigdís, ágætu gestir, hjartanlega til hamingju með daginn, þennan alþjóðlega móðurmálsdag sem var fyrir viku og við erum enn að halda upp á hér í dag.
Yfirskriftin á þessu erindi, tungumál eru sameign okkar allra, ræktum þau, upphrópunarmerki. Og hún kemur úr umræðunni sem hefur verið að mér finnst mjög áberandi í íslensku samfélagi og ekki bara innan háskólasamfélagsins að undanförnu mikilvægi og vinsældir einkaleyfisveitinga. Það er tekið eftir þessu, málþingin hvert að fætur öðru. En í því felst að við erum hvött til að tryggja okkur einkaleyfi fyrir hugmyndir okkar og uppfinningar með það að leiðarljósi að öðlast eignarhald og krefjast greiðslu fyrir annað þeirra. Flest er metið til fjár og verðgildi hugmynda, það er fjárvæðing þeirra, ræðst af mögulegum ávinningum eða gróða. Þegar við beinum sjónum að tungumálum, blasir sem betur fer við að þau eru í sameign. Ég hef íslensku að móðurmáli og deili henni með mörgum öðrum notendum, bæði hérlendis og erlendis, án þess að ég greiði, eða þau, greiðum fyrir það. Sama og við öll önnur tungumál. Ég hef ekki þurft að greiða nokkuð skapaðan hlut fyrir afnot af þeim tungumálum sem ég hefur langað til eða ég hef þurft eða mér hefur dottið í hug að læra. Þessi ef til vill kæruleysislega meðferð gersemanna sem tungumál eru skapar kjöraðstæður fyrir fólk eins og okkur og fyrir blómlegt starf á sviði tungumála sem eru jú öll móðurmál einhverra og það eru fjölmargir sem nýta sér það. Hér á landi má nefna öll skólastig, leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla, fjölmarga tungumálaskóla, tungumálabrautir, Tungumálamiðstöð Háskóla Íslands, deild erlendra tungumála og síðast en ekki síst stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum. En þar starfa tugir fræðimanna sem hafa fjölmörg móðurmál á taktinu, auk þess að kunna fjöldan allan af öðrum tungumálum. Á göngum byggingarinnar þar sem stofnunin starfar og er til húsa í Nýjagarði hérna beint á móti, heyrast að minnstakosti 15 ólík móðurmál og erlend tungumál á hverjum einasta degi. Enginn hefur áhyggjur af því að vera tálkað nokkuð ófrjálsri hendi og enginn þörfur á því að vega eða meta notkunnina eða umfang nýtingarinnar á öllu þessum tungumálum til fjár. Notkun tungumál er gjaldfrjáls. Þau eru sameign. Þau eru okkar allra. Við eigum þau og við höfum rétt til að nota þau og nýta hvenær sem okkur hentar. En gleymum samt ekki að auðvitað ber okkur að koma fram við tungumál eins og hver önnur verðmæti. Það er að virðingu, nærgætni og af alúð. Í starfsreglum Vigdísarstofnunar sem er miðstöð tungumál og menningu sem hlaut nýverið viðurkenningu UNESCO sem að Auður minntist á hérna áðan, er þetta haft að leiðarljósi. Þar segir í annarri grein tilgang og markmið að stofnunin skuli, og ég vísa til textans, stuðla að fjöltingi til að auka skilning, samskipti og virðingu milli menningarheima og þjóða. Auka vitund mikilvægi tungumála sem grunnþátt í menningararfleifð mannkyns og ekki minna. Leggja sitt af mörkum til varðveislu tungumála. Stuðla rannsóknum og menntun í erlendum tungumáli og menningu. Styðja og stuðla rannsóknum á móðurmálum sem hluta af almennum mannréttindum. Og þetta er ekki tæmandi upptalning, en mig langar að gera umtalsefni 3 af þessum atriðum sem ég talaði að því mér finnst þau einhvern veginn eiga við sérstaklega hér í dag. Í fyrsta lagi er málsgreinum að stuðla að fjöltingi til að auka skilning, samskipti og virðingu milli menningarheima og þjóðar. Spyrja má hvað stuðla að feli í rauninni í sér, en ég skil það svo að vísa sér til tungumálakennslu og ræktun þeirra móðurmála sem aðfluttir Íslendingar færa þjóðin á silfurfati, sífellt og stöðugt. Málsgreinin tiltekur að tungumál gegna hagnýtu hlutverki í fjölmenningarlegu samfélagi eins og Ísland er smá saman að verða. Hún ítrekar einnig að með því að gangast við fjöltinginu
berum við ábyrgð. Og við berum ábyrgð á að rækta það með skilvirku flæði upplýsinga. Hún hvetur til brúarsmíði, eins og þýðingar eru gjarnan kallaðar, milli allra þeirra menningarheima sem hér á landi að finna þessar mundir. Annað markmið Vigdísarstofnunar sem vert að gera skil á þessum alþjóðadegi tungumála eða móðurmála snýr að því að auka vitund og mikilvægi tungumála og leggja sitt að mörkum til varðveislu þeirra. Og aftur þetta fræðsluhlutverk nokkuð sem að margir rækta. Og má þar nefna það sem ég nefndi áðan eru menntamanna yfirvöld, skólakerfi, við sem vinnum við kennslu þeirra og til dæmis samtökum sem ég hef svo mikið upp á og munum væntanlega að koma hér til umræðu eftir og eru móðurmál, samtökum móðurmálskennslu, tvítyngdra barna og nokkuð sem ég á svo mikið persónlega að þakka. Síðasta markmiði sem við okkar að leggja áherslu á í dag hverfist það sem að sagði þarna í markmið og hlutverk áðan að styðja og stuðla rannsóknum á móðurmálum sem hlut af andmennum meðvitundum. Vegna í því samhengi þetta ítrekka að málaflokkurinn móðurmál fellur ekki einungis undir mennta- og menningarmál, heldur þetta hápólitískt mál. Ísland hefur undirritað ýmsa alþjóðlega samninga, þar með talið barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og þar segir auðvitað skýrum stöðum eins og þið öll þekkið að börnum skuli tryggður réttur til að rækta móðurmál sitt. Og það halda daginn í dag hátíðlegan eða 21. febrúar og minn okkur á að móðurmál eru málanna eins og yfirskrift á þessari dagskrá segir og að leggja áherslu á að tungumál í sameign, það brýnir okkur til dáða eins og þetta blasir við mér. Við sem látum okkur það varða að gengist sé við mikilvægi tungumála og að landsmönnum hvert sem móðurmál þeirra sé gefinn kostur á að auka hæfni sín og færni á sviði menningarlæsis falin svo ábyrgð að standa vörð jafnt íslenskuna sem önnur móðurmál Íslendinga. Það á ábyrgð okkar allra að stuðla vaxandi virðingu fyrir fjölþingi, vinna að því að sú staðreynd að á Íslandi býr í dag fjölþing þjóð verði öllum betur og betur ljós. Takk fyrir. Allt fólk á jörðinni á sér móðurmál og talið að 6.700 lifandi tungumál séu í heiminum. Mörg þeirra að deyja út af því að sterkari tungumál, stóru viðskiptatungumálin, kaffæra þau. Íslenskan eins og við öll vitum móðurmálið okkar og það ber okkur fámennri þjóð að varðveita sem best hverja stund. En við eigum líka að bera virðingu fyrir öllum erlendum tungumálum og skilja að þau eru jafn dýrmæt og íslenskan okkur. Og það okkur fróðlegt að vita að 70% jarðarbúa tala fleiri en eitt tungumál daglega, að tungumál eigið sem erlend eru mikilvæg verðmæti fyrir samfélagið. Vissir þú að á Íslandi eru tölur yfir 100 tungumál og hér eru það hátt í 30.000 einstaklingar sem eiga annan móðurmál en íslensku. 2663 nemendur í grunnskólum landsins tala fleiri tungumál en íslensku og rúmlega 2000 leikskólabörn eiga annan móðurmál en íslensku. Ófædd börn byrja að meðtaka móðurmálið í móðurkviði og nýfædd börn byrja strax að læra tjáskipti við foreldra sína og fjölskyldu í gegnum móðurmáli sitt, en börn geta átt fleiri en eitt móðurmál. Það mjög mikilvægt fyrir málþroska barnsins að foreldrar séu duglegir að eiga samskipti við það á móðurmálinu frá upphafi, tali við það, segi því sögur, syngi fyrir það og byrji snemma að lesa með því bækur.
Með því að læra móðurmálið og eiga gefandi samskipti við fjölskylduna lærir barnið að ræða tilfinningar, siði og venjur í fjölskyldunni, menningu, hefðir og allt sem tilheyrir fjölskyldulífinu. Barnið fær auk þess dýrmætt tækifæri til að eiga áfram í samskiptum við afa, ömmu eða aðra þá sem tilheyra fjölskyldunni eða vinahópnum en búa í hinu heimalandinu. Góð kunnátta barna í móðurmálinu hefur jákvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra, auk þess sem góður grunnur í móðurmálinu auðveldar börnum að læra önnur tungumál, svo sem eins og íslensku. Það hefur síðan lykil áhrif á möguleika barna til að ná árangri í námi, eignast vini og taka þátt í íslensku samfélagi. Með því að viðhalda og styðja við móðurmál barnsins leið og það lærir íslensku verið að stuðla að virku tvítingi, það að barnið geti lifað og lært á 2 eða fleiri tungumálum. Það sameiginleg ábyrgð foreldra og skólakerfisins að stuðla að virku tvítingi barna. Það auður bæði fyrir einstakling og samfélag að kunna fleiri tungumál en íslensku og hafa innsýn í aðra menningarheima. Hjálpumst því við að vernda móðurmál barnanna okkar. Þetta myndband sem þið sáðu hér eitt af 3 sem voru gerð sérstaklega í tilefni af viku móðurmálsins og það voru fyrst og fremst Guðrún Kristinsdóttir og Renata sem kemur upp á eftir og Kristín Vilhjálmsdóttir sem stóð að þessari vinnu við að gera þetta myndband ásamt honum Ármanni og nú mann ég ekki sitt hvað svona Ármanni? Gunnarsson, já, sem hefur þessum aðstöðu við tæknilegu hliðina. En okkur þá þykir mikill veigur í því að fá þetta efni til þess að kynna margt ólíkar hliðar á þeim vanda eða þeim verkefnum sem að tengjast þýðingi og fjölmenningu og þess vegna og líka að því þetta gefur okkur tækifæri til þess að dreifa boðskapnum víða land og lönd ef svo byrjum til. En það hefur verið mjög fróðlegt og áhugavert að taka þátt í undirbúningi þessa viðburðar eða þessar viku og ég vil að segja það að ég full aðdáunar á því gífurlega merkilega og óeigingjarna starfi sem að fer fram hjá samtökunum móðurmál eða móðurmáli samtökunum tvítingin. Og það mér finnst það aðdánavert þegar maður hugsa hversu miklir hagsmunir og hversu miklu máli það skiptir fyrir börnin sem hingað koma að þau fái stuðning við móðurmálið sitt og við þetta nýja mál sem þeim ætlað að læra. Þá finnst, og mér finnst, ég held að við kannski stöndum okkur ekki og vera standið sig ekki nægilega vel í því að styðja við þetta fólk, hvað þetta varðar, að þá það svo þeim mikilvægara að það séu aðilar sem að vinna þarna mjög merkilegt starf í sjálfboðaliðavinnum að vinna og helga kraftur sínum til krafta sína þessi viðfangsefni og það gjörsamlega, það ótrúlegt finnst mér hversu miklu það gengið áorkað í gegnum sín störf. Og við fáum að kynnast í svolítið núna í næsta erindina Renut Emilsson Heskóa sem er formaður þessar samtæði. Fyrir ný orð í garðstungumála og samtakana móðurmáls. Hólmfríður hefur verið að styðja samtökin móðurmál í áratugi og Vigdís Finnbogadóttir, hún verndari okkar og hún hefur líka stutt okkar starfsemi í mörg ár. Takk ykkur fyrir. Ég gaf þessu örfyrirlestri heiti öll mál skipta máli en fyrir hverja. Þetta ekki hefðbundin kynning á starfsemi samtakana móðurmál en það kemur samt fram hvað við gerum. Ég var að leita á Wikipedia. Þessi staður
mér eftirminnilegur. Shahid Minar í Dhaka árið 1952 voru skotnir nemendur sem mótmæltu, sem ætluðu að fá móðurmál sitt viðurkennt. Það var Bengali, tungumálið sem þjóðarmál í Bangladesh í dag, en í þá daga var það ekki. Þeir voru sérsagt skotnir 21. febrúar. Og þess vegna heldum við upp á alþjóðlega móðurmálsdag nákvæmlega á þessum degi til að minnast þessara hugrakka nemenda sem dóu af því að þeir vildu tala móðurmálið sitt. Þetta glæra frá vefsíðu af einum fræðimennum sem ég dáist að. Tove Skutnat Gangas, hún einmitt mjög meðvituð það að móðurmál og það málefni mjög pólitísk. Og hún segir að ef við tryggjum ekki móðurmálskennslu þá við að brjóta gegn réttindum barnanna. Af því að börnin sem læra ekki að móðurmáli sínu ná aldrei sömu árangri í skólum eins og börn sem læra á móðurmáli sínu. En af því að við erum svo mikið að tala móðurmál, þetta nokkrar skýringar á því hvað það þetta móðurmál. Við erum oft að hugsa uppruna og þá hugsum við móðurmál sem tungumál sem maður lærir fyrst, sem mamma talar. En það líka bara greint eftir auðkenni, til dæmis hvaða tungumál okkur sjálfum finnst vera móðurmál okkar, eða þá hvað finnst öðrum vera okkar móðurmál. Það ekki sama. Svo getur maður bara horft á það móðurmál sitt sem hann færastur í og þið vitið að það ekki jafn færni á öllum málum sem við tölum. Tilgangur, það sem maður notar oftast, til dæmis í bara landinu, það sem maður lærir í skóla og vinnur, það getur líka verið kallað móðurmál. Þannig að þetta svona lítil tafla og yfirlit yfir það sem móðurmál Samtök tvítyng í móðurmál hafa starfað í 20 ár. Fyrst óformlega, þá voru nokkrir foreldrar komnir saman, stofnuðu samtök nokkur ár síðan. Í dag það 20 tungumál kennd á vegum samtaka móðurmáls. Það stöðugt að bætast fleiri og fleiri tungumál. Der foreldrarekin samtök yfirleitt, svona 95% sjálfboðaliða vinna og það margir tímar sem fara í þetta starfsemi. Og við erum með mjög góða kennara og foreldra sem hafa alltaf rekið starfsemina áfram öllum tímum. Það sem við gerum helst móðurmálskennsla tvítyngdra barna. En svo leggjum við líka áherslu á fræðslu fyrir móðurmálskennara, af því að þeir eins og allir aðrir kennarar þurfa að fá endurmenntun, við þurfa að ræða saman, við þurfa að vera saman hvað aðrir gera. Við erum að leggja áherslu einnig að veita fræðslu almenningi og stofnunum. Það mikið þörf á því að fræða samfélagið mikilvægi móðurmála og móðurmálskennslu. Svo erum við að taka þátt í mörgum menningarviðburðum. Það barnadagur og móðurmálsdagur og Gerðubergvertími. Það nokkrir viðburðir á árinu sem ég mjög sýnileg í og svo koma börnin og svo koma foreldrar í bólum með merkjókar og við erum að tala fyrir höndsamtakana, fyrir móðurmálin. Móðurmálstímar fara helst fram á laugardagsmorgnum í Breiðholtinu, en svo hóparnir bara mjög sjálfstæðir og velja sér stað og stund. Þannig að við erum svona reglívar samtök, en hóparnir því stjórna sér sjálfir. Mér langar að minnast á marga frábæra viðburði sem hafa verið haldnir á Íslandi í sambandi við móðurmál og ég bara ákvað að nota heitin á blærunum sem þið þekkið frá þessum viðburðum sem fara alveg kannski 10 ár aftur í tíma.
móðurmálar máttur, það var frábær ráðstefna fyrir nokkrum árum með góðum málstofum og þetta málefni þegar maður les, það hefur ekki breyst, það er alltaf sama. En þróunin hefur farið fram og við erum öðruvísi stödd núna heldur en fyrir 10 árum. Tungumálin lykillinn til samskipta og til námsárangurs. Það máttur í tungumálum og við getum ekki lært og haft samskipta án þess að tala tungumál. Tungumálin styðja við hvert annað, móðurmál og nýmál, viðbótarmál sem bætast við. Þeir styðja hvert annað, maður færir yfir þekkinguna sína á tungumálum og ef tungumálin í stuð og lært, þá fer þessi lærdómur hraðar fram. Í því samhengi okkar uppáhaldsfræðimaður, fólk sem vinnur og kennir fjölmenningu í háskólanum, Jim Cummins. Fyrsti strákurinn, hann á einu hjóli og auðvitað kemst maður á milli staða á einu hjóli, en það betra að hafa 2 hjól. Hins vegar ef eitt hjól mjög stórt og eitt mjög lítið, þá kannski hraðinn ekki sá sami og þegar 2 hjól eins og styðja við hvert annað. Tvítingi hefur jákvætt áhrif á nám og vitsmunaþroska ef öll móðurmál virk. Góð þekking móðurmála stuðlar af sterkri sjálfsmynd. Manni líður vel ef maður tungumálin vel. Og þið viti hversu ómögulegt það að tala illa og vilja hafa eðlileg samskipti. Móðurmál nauðsynlegt til eðlilegra samskipta við fjölskyldur. Og þið vitið hvað það mikilvægt að eiga fjölskyldu og geta haft samskipti við foreldrar. Fjölskyldu mömmu, pappa, hvort sem hún hér eða langt í burtu. Farmiði til betri framtíðar, það var endurmenntun, það var 2 daga námskeið á vegum samtakanna móðurmál í sumar. Og auðvitað heldum við að móðurmálskennsla farmiði til betri framtíðar. Það sagt. Tungumálin, þau kostur fyrir einstaklinga sem tala þau. Móðurmálskennsla réttindi barna samkvæmt barnasáttmála. Móðurmálskennsla mótar sjálfsmynd barna. Það sem við tölum, hvernig við tölum, það hefur beint áhrif á því hvernig við horfum á okkur. Móðurmálskennsla styður við árangur í skóla. Við vitum ef börnin læra sitt móðurmál eða jafnvel málefni á sínu móðurmáli, þá árangurinn miklu betri og það búið að rannsaka þetta oft og það vitað að ef kennslan fer til dæmis fyrst á móðurmáli og svo smátt og smátt farið yfir á nýtt tungumál, þá árangurinn betri. Móðurmálskennsla aukir fjölmenningarlega færni. Ef maður talar tungumál og hittir fólk dagstaglega fær innsýn í aðra menningar heima, það skapar ákveðna þekkingu sem bara kemur með því að upplifa menningarnar sjálf. Móðurmálskennsla fjársjóður fyrir samfélagið. Við höfum heyrt mikið það og eigum eftir að heyra. Framtíð í nýju landi var frábært verkefni fyrir vietnamsk ungmenni sem Andao stýrði og fekk fólk að orðu fyrir. Tungumál opnar og lokar dyrnar á samfélaginu. Mér leist mjög vel þessa hurð. Ég var að skoða hurðir þegar ég var að leita af mynd og viti, ef vandamál, ef hurðin svo stór að það ekki hægt að opna hana, þá opnar hún ekki framtíðina. Skilji, þá framtíðin bara lokað. Neikvætt þýðingi hefur alvarlegar afleiðingar fyrir einstakling og samfélagi og við höfum séð hópa hér í okkar íslenska samfélagi sem hreinlega bara ræða ekki við það að viðhalda virku þýðingi og það sést á námsárangri þessara barna í skólum. Og við getum hjálpað þessum börnum bara með því að styðja við móðurmálskennslu. Meðal annars. Okkar mál, frábært, hvað var það málþing? Okkar mál, það var verkefni líka fyrir nokkrum árum
Ég tek þetta heiti fram af því að ég held að það okkar mál skipta okkur að tungumálunum. Ég fekk spurningu í háskólanum fyrir nokkrum mánuðum. Hvað kemur mér eiginlega við ef einhver tungumál langt í burtu deyr út? Hvað kemur það mér við ef einhver bara tungumál eiginni langt í burtu deyr út? Og ég vil bara bera þetta saman við dýrategundir sem deyja út og sem skipta okkur máli eins og þessi geirfugl sem var einhvern tíma hér á Ísland og út. Bara einn uppstoppaður á saltinu og þeir ekki lengur til. Með öðrum orðum, við berum ábyrgð á því sem er kringum okkur, hvort sem það eru dýrategundir eða tungumál. Það hluti af okkar erfð. Og ég held að það líka okkar mál að tryggja framtíð barna sem búa á þessari eyju. Og við vitum að við getum hjálpað þeim að hafa betri framtíð. Það okkar mál. Ef við styðjum við þeirra mál. Meira en að segja það, einmitt það ýmsar áskoranir. Það segir í íslenskum skólalögum að stefna skal að virku tvígengi, stefna skal. UNESCO mælir með móðurmálskennslu í 10 og fjöltengdum menntastofnunum sem þýðir að læra á 2 tungumálum á yngsta stigi vegna þess að publikin berst traustan grunn fyrir lærdóminn framtíðar. Sama sem Kim Bodowski segir, fræðimaður í Bandaríkjunum. Umboðsmaður barna telur að barnasáttmálinn feli í sér að leitast skuli við að tryggja börnum kennslu í eigin móðurmáli. Það svarir umboðsmanns við lögfestingu barnasáttmálans á Íslandi. Þannig að okkur ber að gera þessa hlutis. Stefna skal og mælt með, en það verður að gera líka. Og allir með. Allir bera þessa ábyrgð, allir geta gert sinn hlut. Hér lítið samantekt. Móðurmál hefur áhrif á sjálfsmyndina, samskiptin, atvinnu, tungumála, lærdóminn, menningu, árangur og eiginlega bara allt sem er kringum okkur. Takk fyrir mig. Móðurmálkennsla hefur verið í boði hér á Íslandi síðan árið 1994, en samtökin móðurmál voru formlega stofnuð árið 2001. Við erum samtök sem samanstanda af mörgum tungumálahópum, það sem sjálfsboðaliðar kenna börnum. Nú eru kennd 20 tungumál í Fellaskóla, leikskólanum Holt og leikskólanum Ösp. Meginmarkmið félagsins að gefa börnum tækifæri til að læra og viðhalda eigin móðurmál. Að gefa fræðslu til foreldra, skóla sem almennings. Happy Chinese New Year! 春节好！Það get ég talað við meira fólk. Það get ég hýtt til dæmis einhverja úti sem kannski túristar sem koma hingað. Og þeir vita ekki til dæmis Spánverjar sem koma til Íslands. Þeir vita til dæmis ekki hvernig þeir að fara. Það get ég bara að tala spænsku við þig. Næstu Spánverjar kunni ekki ensku. Það er bara svona gaman að byrja með tungumál. Þegar ég bjó í París og var með börn þar, var það stór hluti af daglegu lífi fjölskylduna að fara í íslenska skólann. Þar sátu foreldrar saman í kaffi meðan börnin voru í móðurmálskennslu ásamt öðrum íslenskum börnum. Þetta voru notalega stundir sem byggðu upp sjálfsmynd barnanna og þá innri vissu að þau ættu fulla hlutdeild í báðum menningarheimum. Mér finnst það góð tilhugsun að vita samsvarandi móðurmálsstarfi hér á landi. You Auntie had a question. What happens if we put in an almond, a nut? Nie pożałowała śniegu ani mrozu. Complicado, mas pensa assim, qual é o mês que tem o nome mais comprido?
Ég læri portúgalsku og því að tungumáli mitt. A snake. Já, maður er byrjuð alveg sem tala svona skiptin tungumál, ekki alltaf vera sko með sama tungumáli. Bara allan tíma. Já, þú getur ferðast aðeins meira. Því þú getur farið sko til annarra landa og þaðan þar í þessu lönd getur þú bara tala þitt tungumál sem þú kannt. Það svona gaman. Over your head. We don't really use so much nice because it's too windy. An umbrella, great. Nedokážu si jako rodič představit, že bych mluvila jiným jazykem, že bych nedokázala rozumět svému dítěti, že bych nedokázala mluvit se svojí rodinou. Já si myslím, že můj jazyk je krásný a jsem na něj dostatečně pyšná. Svůj mateřský jazyk miluji a chtěla bych naučit děti ve škole se nestydět mluvit tímto jazykem, cítit to jako výhodu a ne jako nevýhodu. Myslím si taky, že není lepší metoda, než od prvotního dne hovořit oběma mateřskýma jazykama. Děti mají možnost se nejen jazyk naučit, ale později v jazycích ji přemýšlí a dokáží je používat na 100%. Navíc je mnohem snadnější se naučit potom další a další jazyky. Ég vil læra tékknesku af því að ég vil skilja mömmu, afa og ömmu. Ég elska að tala íslensku og tékknesku. Ég tala mjög vel tékknesku og íslensku. Það er rosa gaman að tala bæði tungumálin. Já, við viljum þakka henni Reynundu fyrir fróðlegt erindi starfsemi samtækjanna móðurmál og ég vil jafnframt að því náðast náðan að þakka henni Hólmfríði þá því jafnframt að koma þakklæti á framfæri við hana fyrir hennar innlegg og næst hérna að kynna til sögunar Hörður Ragnarsdóttur, prófessor í fjölmenningafræðum við Háskóla Íslands sem að ætlar að fjalla hér tungumál sem auðlind. Gjörðu svo vel hana. Komið sæl og ég þakka fyrir tækifæri að koma hérna. Þakka fyrir þessi áhugaverðu erindi sem maður veit. Mér langar að beina athyglinni í dag að fjölbreyttum kennarahópum og tungumálum auðlind í því samhengi. Og ég ætla að segja ykkur eins frá rannsóknarneti, þar að segja samstarfsneti rannsakenda frá ólíkum háskólum í ýmsum löndum sem heitir Diverse Teachers for Diverse Learners. Ég ætla að segja ykkur eins frá því sem sá hópur hefur verið að gera og segja ykkur svo eins frá íslenskum rannsóknum í þessum hópum. En fjölþjóðlega rannsóknarnetið GTDL, eins og við kallum það í stuttu máli, hefur stundað ýmsar samanburðarrannsóknir og sjálfstæðar rannsóknarverkefni frá árinu 2011 og við erum í þessu neti að beina athygli að fjölbreyttum kennarahópum. Fjölbreyttum hvað varðar uppruna, tungumál, reynslu og þekkingu og fjölbreyttum nemendahópum. Og við erum með gagnrýni sjónarhorn í öllum okkar rannsóknum. Og þetta eru rannsóknir sem frá þessum háskólum, fjölda háskóla og stór og skemmtilegur hópur að vinna með og við erum núna að ljúka þessu starfið þessa nets í vor. En þetta verður mjög áhugaverður tími. Markmið þessa nets er að kanna hvaða fjölbreyttir nemendahópar hafa af fjölbreyttum kennarahópum og hvernig þessi mannauður sem býr í þessari fjölbreyttu reynslu, þekkingu, menningu, tungumálum og trúarbrögðum kennara nýtist í skólasamhengi.
En hvað vitum við fjölbreytta kennarahópa, fjölbreytta nemendahópa, og ég ætla að draga saman örstutt svona nokkur niðurstöður sem hafa fengist í ýmsum löndum í gegnum tíðina. Við vitum að í skólum, í flestum löndum, tilheyra flesti kennarar menningarlegu meirihlutahóp, þar að segja einsleitur kennarahópur, en nemendahópurinn fjölbreyttur hvað varðar menningu, uppruna, tungumál og trúarbrögð. Við vitum líka að í fjölbreyttum kennarahópi býr fjölbreytt reynsla, styrkleikar og innsæi sem nýtist til skilnings og þörfum fjölbreytts nemendahóps og þessi tungumálþekking sem efst á baugi hér í dag, sem nýtist meðal annars til brúarsmíðar, fyrir utan móðurmálskennsluna sem fólk að tala í dag. En kennarar af erlendum uppruna, við vitum það líka, að kennarar úr minnihlutahópum samfélaga upplifa jaðarstöðu í skólum. Þetta það því sem við höfum beint athygli í okkar rannsóknum. Þessar rannsóknir eru frá mörgum löndum, frá Bandaríkjunum, Bretlandi, Kanada, Ástralíu og Norðurlöndunum öllum, og margar þeirra gerðar faktatótt við þessu neti sem við höfum áðan. Hvaða hlutverki gegna kennarar af ólíkum uppruna í skólum? Það virðist vera algengt, samkvæmt rannsóknum, að kennarar úr minnihlutahópum fái fyrst og fremst hlutverk að styðja nemendur úr minnihlutahópum í námi. Og það mikilvægt að velta fyrir sig hvaða skilaboð felast í því skólastarfið og viðhorf til kennara og nemenda úr minnihlutahópum. Í rannsóknum hefur það komið fram að litið sé á fjölbreytta kennarahóp sem styrk skóla og auðlind, án tillits til fjölda eða uppruna nemenda úr minnihlutahópum. Og það mikilvægt að hafa það í huga. Í niðurstöðu rannsóknar Santoro í Ástralíu kemur fram hvernig menningarleg þekking og reynsla kennara úr hópum frumbyggja í Ástralíu nýtist fjölbreyttum nemendahópum og að kennarar úr hópi frumbyggja hafa mun betri skilning á þörfum nemenda og minnihlutahópum almennt en kennarar úr minnihlutahópi samfélagsins, þannig að þarna kemur skilningurinn til. Í sænskri rannsókn, þar í Jönsson og Rúbestaræk í Svíþjóð, kom fram að stjórnendur lit á fjölbreyttan kennarahóp sem auðlind sem nýttist erlendu nemendurum og sem nýttist í samstarfi erlenda foreldra, en það var ekki litið á andra þætti í störfum þeirra styrkleika. Í niðurstöðum rannsóknar Þórhallur Helgasonar sem var meistaraverkefni sitt á menntavísindasviði fyrir nokkrum árum, rannsókn sem var gerð í 3 skólum á Íslandi, Danmörku og Skotlandi, kom fram að í skólunum litið á fjölbreytta kennarahópa sem auðlind. Hægt starfsfólk einkennir alla skólana, en skólanir festa fjölmenningarstefnu í sessi með því að ráða starfsfólk með sérþekkingu og útvega öðru starfsfólki fræðslu fjölmenningarlega menntun og kennslu tvítengra nemenda. Í öllum skólunum tvíting starfsfólk sem kemur að starfi við tvítengur nemendur, svo öðrum nemendum. Þannig að þarna kennararnir ekki bara, tvítengur kennar ekki bara að kenna tvítengur nemendum, þetta nýtast öllum nemendum. Og þetta mikilvægt að mínu mati. Og á Íslandi hefur verið gerð könnun kennara af ólíkum uppruna sem gerð í mörgum grunnskólum. Könnun Huldu Karin Danielsdóttur, Ala Klens Jónssonar og Hilmu Hólmfres Sigurðardóttur frá 2010. Þar sjáum við hversu mikið fjöldi kennurum af ólíkum uppruna í grunnskólum á Íslandi. Í 65% af þessum skólum sem þarna kom fram störfuðu tvítyngdir starfsmenn, kennarar, stuðningsfulltrúar, skólaliðar eða skólaliðar í öðrum störfum. Og þegar spurt var hvernig þeir ynnu á vettvangi, sögðu flestir að styðja nemendur í námi með því að brúa bili milli móðurmáls viðkomandi nemendar og íslenskunnar, að starfsmenni væru greina bekki eða umsjónarkennari innan skólans. En hann eru þeir í ýmsum störfum þessir kennarar. En hvað segja kennararnir sjálfur? Mér langar aðeins að vísa í niðurstöður rannsókna með kennurum af ólíkum uppruna á ýmsum skólastigum á Íslandi sem ég hef gerst meðal annars með Hildi Blöndal. Hver eru hlutverk þessara kennara? Í þessu samhengi langar að benda á margvíslegt mikilvægi móðurmáls, ekki bara að kenna móðurmálið, heldur til hvers það nýtist margvíslegt mikilvægi. Foreldrar eru mjög ánægðir með að það eru líka erlendir starfsmenn, segir einn kennari. Þeir geta sagt eitthvað sem við getum ekki sagt í íslenska starfsmenn. Sumum finnst skrítið að vera alltaf að fara út af börnin í alls konar veðri. Þetta þekkjum við úr rannsóknum með foreldrum af erlendum uppruna á Íslandi. Og þarna er þessi sameiginlega reynsla og
ekki bara tungumáli sem slíkt, eingöngu heldur líka að geta miðlað þessari reynslu og sýnt samstöðu. Alvegkennarinn segir gott í jafnvægi, mörg erlend börn og erlendi starfsmenn og við skiljum hvert annað. Þannig að þarna vísa ég skilningin, en aftur á móti þarf alltaf tungumáli til að miðla þessu skilningi. Og næsta tilvitnun, ég skil hvað það að senda barn í íslenska leikskóla. Ég líka útlendingur og hef þessa sömu reynslu. Þetta aftur vísað í skilningin og samstöðuna. Og einn kennari segir, mér langar mikið að taka þátt í menntun innflytjendabarna og veita þeim ráðgjöf menntun. Og þarna þetta líka spurningum að miðla, fróðleik og þekkingu og styðja. Þannig að allir þessar kennari eru að horfa á þessa brúarsmíði og að mynda tengsl milli skóla og fjölskyldna. En svo þetta með móðurmáli, það alltaf mikilvægt sem í raun og veru að þetta geta miðla móðurmáli til barna. Og margir kennari í okkar rannsóknum hafa einmitt nefnt þetta, hvað þeim líður vel að geta fara út í skóla og finna að þeir ná tengslu við börn sem hafa verið kannski dálítið einangruð af því þau hefur skort þekkingu í meirihluta mánuðum. Þegar ég kom í skólanum og börnin henni með tala um móðurmál, ég sá hvað þeim létti og þau koma strax til mín. Og það er þessi létti sem kennarar tala mjög mikið í sínu starfi og þessi þetta aðgengi sem börn hafa leið og tungumálunum fjölgar í skólanum og hafa fleiri börn aðgengi að réttindum. En hvernig getum við svo horft til framtíðar með þetta allt í huga, þessi ólíku hlutverk kennara og ólíkum uppruna í íslensku skólum og þessi fjölmörg móðurmál sem við höfum í kennarahópunum þegar. Mig langar enda á því að vísa í fræðumann í okkar skemmtilega samfélagsneti sem heitir Ninetta Santoro. Hún leggur áherslu á það að virkja fleiri kennara úr minnihlutahópum eða af erlendum uppruna í skólum og viðurkenna dýrmætt framlag þeirra til menntunar minnihlutahópa. Svo hæfilega þeirra sem þvermenningarlega leiðbeinenda, það að segja þessi brúarsmíði sem okkar á tíðrættum í kennarastarfinu, að byggja brýr milli menningar og þekkingar í þessu samfélagi fjölbreytileikans. Santoro telur að í kennaramenntun þurfa að hafa þessa þætti í huga og hún bendir á það mengi fela kennurum og minnihlutahópum alla ábyrgð á nemendum og minnihlutahópum. Það er vissulega ábyrgð allra kennara. Og ef við felum eingöngu kennurum og minnihlutahópum, það að segja þessum kennurum sem hefur verið tíðrætt í dag, að kenna börnum og minnihlutahópum, þá erum við að takmarka þeirra möguleika og losa aðra við ábyrgðina. Ég vil bara hafa þetta sem lokaári mín dag og eitthvað til umhugsunar og takk fyrir aftur. Menningarmótsverkefni Fljúgandi teppi var til í kennslustofu í Danmörku árið 2000 og hefur þróast hér á Íslandi í leikgrunn og framhaldsskólum síðan 2008. Hvernig er það mæla með? Ég tala japansku, íslensku og ensku. Привет, меня зовут Сильвия. Я русская и исландская. Við í Ingunnarskóla settum okkur fjölmenningarstefnu í fyrra og ákveðin þáttur í okkar stefnu var að setja upp menningarmót í tengslum við verkefni Fljúgandi teppi og það var virkilega gaman að sjá hvað krakkarnir komu með og lögðu á borð og eins ánægilegt að sjá hversu margir foreldrar gáfu sér tækifæri að koma og skoða og fá innsýn inn í líf barnanna. Ég fann það til mig sjálf að ég var að kynna börnunum á annan hátt, þau voru að kynna sín áhugamál og eitthvað frá sinni fjölskyldu, þannig að þetta var mjög skemmtilegt. Jag heter Viktor och jag talar isländska, polska och ensku. Jag lever isländska och polska. Był sobie pan Maluszkiewicz, najmniejszy na świecie chyba. Wszystko już poznał i widział, z wyjątkiem wieloryba. Maður Örleifur, hann hver skal. Hann hafi verið út allt en aldrei sem hvar. Þessi þverfaglega kennsluaðferð hugsuð til þess að nemendur fái tækifæri til að kynna sína persónu menningu
og veiti öðrum hluti því stolti og þau gleði sem fylgir því að miðla henni á skapandi hátt. Að einstaklingar verði meðvitaðir gildi eigin menningar og mikilvægi þess fyrir mótun sjálfsmyndar við að veita öðrum innsýn í sitt líf. Að þátttakendur gerir sér ljóst að fjölbreytileiki menningar og tungumála mynda fallegt og fróðlegt litróf í samfélaginu og opnar augu okkar fyrir heiminum í kringum okkur. Аз се казвам Виктория и съм от България и Исландия. Hæ, ég heiti Snorri, ég fæddist í Danmörku og ég er með 2 móðurmál, dönsku og íslensku. Hæ, ég heiti Elín og ég er hálf filippínsk. Ég kann íslenska en mamma er að reyna að kenna mig filippínska. Ég heiti Mikael og ég er frá Tælandi og þetta hérna eru myndir frá Floating Market. Við í Háteigsskóla höldum menningarmót í 5. bekk og höfum gert það síðastliðin 6 ár. Við ætlum að halda áfram að halda menningarmót og ég gæti sagt ykkur að það vegna þess að foreldrarnir eru svo ánægðir með menningarmótin og börnin eru svo ánægðir með menningarmótin og það er fræðandi og gott að fræðast menningu annarra. En við höldum áfram að halda menningarmót af því að það er svo óbúslega skemmtilegt. Dobar den, аз се казвам Helgi Valentín Arnarsson. Ég er sem sagt hálfur Búlgari og hálfur Íslendingur. Mamma minn frá Búlgari og pabbi minn er íslenskur. Nama saya Georgina Athena og saya bercantika berhasa. Ég tala indonesísku, ensku og íslensku. Með því að virkja þann fjársjóð sem felst í tungumálaforða tví- og fjöltengdra nemenda í kennslunni getum við stuðlað áhuga, forvitni og enn frekari tungumálaforða annarra nemenda. Menningarmót í tungumálakennslunni er einvið. Við héldum menningarmót í spænsku vali í haust og það voru nemendur sem voru nýbyrjarlega spænsku, búin að mæta í nokkra tíma. Við fengum heimsókn frá nemendum í skólanum sem eru tvítyngdir og hafa þennan styrkleika að hafa spænsku sem móðurmál líka og þeir fengu að sýna þannig á þessi nýja hlið. Og svo voru 9 nemendurnir sem voru nýbyrjarlega spænsku að segja frá sjálfum sér og þetta jók orðaforða þeirra, þeim fannst það skemmtilegt. Og þau sögðu strax að þeir langa að gera þetta aftur og þá með meiri orðaforða í vor. Меня зовут Елена Виктория Павловна. Я русская. Hæ, ég heiti Daniel. Ég er tækni. Ég kann segja halló og tækni. Ég segi það. Það segja K. Það er alltaf ekki svona. Ég er mjög þakklát fyrir að geta sagt þessi orð á mínu móðurmáli þar sem ég bjó erlendis í 30 ár og hef aldrei gengið í íslensku skóla. Mér finnst mjög mikilvægt að aðrir fá tækifæri til að viðhalda sínu móðurmáli. Það er meðal annars lykill inn í íslenskuna. Þetta var flott. Ég vil nú fyrst þakka Hannu Ragnarsdóttur kærlega fyrir hennar góða innlegg hér og við langar til þess að koma aðeins að þessum myndböndum og þetta 3. og síðasta myndbandið sem var gert fyrir þennan í tilefnavíku móðmálsins og það væri gaman að geta fylgt í eitthvað aðeins eftir með kannski fleiri myndböndum og fleiri sjónarhorn á móðmálin og réttindi móðmálsins. Það sem við getum gert með því eins og þið sjáum ekki þá er verið að taka upp þennan viðburð hér og tilgangurinn að sjálfsögðu að koma þeim boðskap sem hér fer fram út dreifðar landsins en það verður svo sannarlega líka vert og mikilvægt að fara á bæ og til annarra landshluta og kynna sér stöðuna einmitt þar til dæmis á Vestfjörðum og víðar á Íslandi þar sem að erlendi menn sinna mikilvægum störfum fyrir okkar þjóðfélag og þar sem eru börn með mörg tungumál sem að þurfa örugglega stuðning okkar og aflítið er það eins og hér að það er fólk að vinna í sjálfboðaliðavinnu til þess að auðvelda þeim þessar aðstæður sem þau komin í. Og þegar við aflítið tekið eftir merkilegri leit að tungumálaforða sem hefur staðið yfir núna þessa viku og ég ætla að biðja hana Þorbjörgu Þorsteinsdóttur að koma og
greina aðeins frá því verkefni. Komið þið sæl. Ég ætla að segja frá leitinni á tungumálaforðanum og þessu skemmtilega verkefni sem við fengum að taka þátt í á tungumálatorginu þessa viku. Og á tungumálatorginu gerðum við svona ýmislegt í tilefni af alþjóðadeginum. Við stofnum nýjan vef. Það kom hugmynda til því að hugmyndabanka sem við settum upp og við munum safna í hennar hugmyndabanka áfram. Og svo settum við upp þessa leit að tungumálaforðanum, flott hugmynd sem við fengum að nýta og útfæra og settum upp skráningarsíðu og bjökum til Íslandskort og erum á tungumálatorginu í rauninni komin til þess að vera. Eftir ár og gerum við eitthvaðsögnum og höldum áfram. Og hann náttúrulega minni það flotta starf sem að átti við staði þessari viku, kröftugur hópur sem við fengum að tengjast. Og þá það leitin á tungumálaforðanum sem líka leikur. Skólar voru hvattir til þess að skrá upplýsingar móðurmál nemenda út allt land. Og ég var alveg ákaflega ánægð þegar fyrsta skráningin kom frá Hortnafirði, sem fyrir dag til móðurmálsdaginn. Þú viti ekki hvað það var mikið spennandi. Þetta virkar. Það var grunnskóla Hortnafjarðar, þar sem við töluðum 12 tungumál sem að senda inn skráningu og það skóli sem hefur geymað ýmis þjóðarbrot sem sest hafa af og líklegt að endurspegli fjölbreytileikann á landinu öllu. Það var náttúrulega gaman að fá svona upplýsingar. En ég það líka að vera svolítið hreinskilin við ykkur, vegna þess að fyrir viku síðan var ég alveg rosalega vitlaus. En ég búin að læra alveg ýmislegt af þessari viku. Og hvað vissi ég áður við fórum að skrá tungumálaforðan? Jú, ég vissi að íbúar Íslands dæma alveg örugglega frá svona 150 jafnvel löndum. Ég hafði skoðað tölur frá Hagstofunni, þar sem var listi yfir svona rúmlega 40 tungumál barna í leik- og grunnskólum. En það var alltaf þessi liður önnur mál og óskráð, svona svolítið stór hópur. Og ég einhvern veginn svona gerði ráð fyrir þetta var kannski svona 40 tungumál sem yrðu skráð í vikunni. Og ég vissi líka að pólska væri langstærsta tungumálið, nú að því ég hef sjálf reynslu að því að kenna í íslensku skólanum í París mörgum áratugum síðan, þá vissi ég ýmislegt öll börn sem að tala íslensku og búa í útlöndum. Þannig að þegar við fórum að starta bjökum til að mælikvarða, við ætlum að safna 40 tungumál. Við erum búin að hlæða sem mynd hérna núna síðustu dag. Og hvað kom síðan út þessu? Hver tungumálaforðinn sem var skráður í vikunni? Og skoðum tölfræðina. Að minnsta kosti 88 tungumál. Sjáðu eitthvað, ég var nú svolítið vitlaus að þetta var kannski undir 40. Ég er rosalega ekki búin að læra margt. Og þetta mynd eins og hún var tekin í morgun og ég veit að það voru skráningar að koma hérna inn bara í allan dag sem við erum búin að vera að bæta við og þannig listin yfir þessi tungumál. Það var svolítið erfitt að flokka tungumál. Það líka sem að sjá hvernig tungumálin voru skráð og ég held þetta að ég hefði ítti skólanum að skoða hvaða tungumál þetta væri nú eiginlega sem að börnin væri að tala. Og sumar skráningar voru þannig, við fekk skráningu og svo kom deginum eftir leiðrétting og viðbætur. Það fundust þarna fleiri tungumál. Áhverjum. Og gagnasafnið sem við erum búin að safna í rauninni merkilegt. Þetta náttúrulega bara brot af skólum og leikskólum og framhaldsskólum. 29 leikskólar, 50 grunnskólar, 2 framhaldsskólar sem samtals 81 skóli sem að skráði upplýsingar. Það eru fleiri skráningar því þá eru einstaka bekkir og hópar sem að skráðu sig líka. Og þetta graf sýnir svona cirka alla skólana. Það einn skóli sem sker sig alveg út sem hérna lengst til vinstri. Og fjöldi tungumál í skóla alveg frá því að vera þarna 30 eitthvað yfir í einn skóla sem að hreinlega þeir funda ekki með íslensku, lítil sveitarskóla út af landi. Þannig að þá líka áhugavert. Og ef við tökum bara topp 10 skráningarnar, þá þetta einn skóla, Halldórsskóli sker sig út. Og svo eru skólar sem að kannski verið kringum 25, 20
20 tungumál og það bættist eitt í morgun, ég vann þetta náttúrulega í gærkvöldi, þannig að það var einnig 24 tungumál sem bættist í morgun og opaslega gaman fyrir mig að fá að skoða þessi skráningar, fara yfir skráningar og safna þessum forða. Og Halldórsskóli sem hefur þessa sérstöðu, hann skráði tiltölulega snemma upplýsingar 36 tungumál og það rauninni erlend tungumál foreldra og starfsmann. Þannig að það eru börnin og líka starfsmennin sem leggja inn þetta búk. Og skólinn talar svolítið sérstöðu sína, að þó að móttökudeild að niður, þá bara ákveðin handið í staðið áfram. Og í þessum gögnum sem við eigum núna alveg heilmikið af fróðlegum upplýsingum sem væri verðugt að skoða áfram. Meiri tölfræði, dreifing tungumál. Þarna hlutfall í skóla og þá pólskan með rúmlega 80%, kíkjum bara á færri skóla, topp 10. Af skólanum þá pólska tölur í yfir 80% af skólum sem skráði upplýsingar. Kemur svo sem kannski ekkert á. En hafið í huga að þetta náttúrulega bara skráningarnir sem komu inn, þurfa ekki endilega að endurspegla alveg raunveruleikann en kannski komast nálægt í. Og líka fróðilegt að sjá hvaða tungumál það sem koma sér næst. Og hvað lærði ég í vikunni? Ég lærði bara alveg ýmislegt. Ég lærði til að mynda fullt af nýjum heitum á tungumál sem ég vissi ekki til. Þessi leit að tungumálafræðan okkar hefur vakið mig til umhugsunar. Ég sé líka að þetta hefur ýtt við skólanum, þetta hefur vakið í skólana og ég fagna þessari umfjöllun og sýnileika tungumála, fleiri tungumála. Og annað sem ég sé, ég held að þetta verkfæri, þetta að safna þessum upplýsingum gæti bara alveg orðið stórsniðugt verkfæri fyrir okkur. Og kannski gæti þetta stuðlaða samstarfi og samlegð og ég náttúrulega sé ýmsa möguleika í tengslum við netið sem við gætum hugsað áfram út frá þessum fjölda og af hverju segi ég það? Ef ég hefði vitað það sem ég lærði á þessari viku tungumálana fyrir 2 árum þegar þessi fyrirspurn efst uppi kom inn í Facebook-hóp kennara nemenda með íslensku sem annað tungumál, þessum kennari að tala nemenda frá Búlgaríu sem hafði búið í Grikklandi og hún var svona hálf nefnsýn í hvernig hún ætti að vinna og hún spurði hópinn eitthvað efni sem ykkur dettur í huga gott væri að nota. Og það komu ýmis svör svona bent á efni sem var íslensku og hitt og þetta, en við hvað ég gerði í morgun og þá allt ég með svona já, og þá fannst mér þetta svolítið virkilega sniðugt. Ég fór þarna undir íslenskortið og þetta getið þið líka gert. Ég skrifaði búlgarska og það var allt í komu 10 skólar, þessum eru nemendur sem tala búlgarsku. Og hugsið ykkur ef kennari í þessum sporum væri núna að velta fyrir sér hvað ég að gera með búlgarska nemenda. Það væri eitthvað flókið fyrir hann að hafa samband við aðra skóla, að þau hvort að þeir unnið þetta eitthvað efni eða hvort það væri eitthvað góðar hugmyndir sem ekki nýta og ég tala ekki þetta flotta strák sem frá búlgarsku sem sáum í vídeónu áður. Hugsið ykkur hvað það verið sniðugt að nýta þennan auð sem náttúrulega í samfélaginu. Þannig að þarna eitthvað tæki sem við gætum jafnvel nýtt markvisst, tengt saman aðila og farið í ákveðið samstarf. Ég ætla ekki að dvelja við þetta, en í þessum upplýsingum eru svör og lýsingar og hitt og þetta sem fylgir með. Það bara töluvert af stolti. Skólar sem hafa skráð þeir eru að hvetja foreldra til að styðja við móðurmálið. Það eru töluð allavega 30 táknmálum. Það íslenskt táknmál, spænskt táknmál og pólskt táknmál í skólum. Og sum skólar bara ánægðir með það sem þeir eru að gera og ég held að það sé bara alveg rétt hjá þeim. Og það tala virðingu, það tala samvinnu foreldra. Jú, við verðum alveg sérstaklega að dvelja við þetta. 3 í mánuði sér til þess að börn frá sama landi fá sérstaklega leikstund saman. Já, frábært, einfalt, gerum meira þessu. Jú, og hérna sjáðu þeirna niðri. Gersamlega dúndrandi frábært hópur. Það er bara æðislegt. Og niðurstaðan af þessu náttúrulega, við erum líka tungumálfáða. Ég held að við ætlum að draga okkur andan sem eins og einu sinni og reyna bara að njóta þess. Það erum líka forða. Njóta þess saman. Og já, ég kom hérna upp með körfu
vatnspoka af því að leitin á tungumálskólanum var náttúrulega líka leikur. Og eftir helgi þá fá allir sem hafa skráð upplýsingar settur af viðurkenningarstaf sem við útbjögum af því við höfum náttúrulega umboðsstæðir sem skráðu, þannig allir fá svona viðurkenningarstafinn þakkum fyrir þáttökuna. En bókaútgáfan Opna styður við verkefnið og með bókina 1000 tungumál sem einhverjir skólar sem tóku þátt í fá sem sérstaka viðurkenningu. Ég með 2 bóka og nú spurning hvort að ég fá ekki bara aðstoð á fremstaverkin, þú veist svo vel á það. Ég vona að ég sé rétt. Hvernig var þetta? Þú dregur einnið á þessum og réttin upp bara strax. Svo er það hérna. Og við tek hann frá hérna, sem við nokkuð ekki hluta rétt. Já, það er þetta líka. Áður en komið niðurstöður í þessum skemmtilega leik. Já. Herðu, dansalegt. Það er leikskólinn Bakkabörg upp í Bakkum. Þar eru við töluð 19 tungumál. Síðan er það nú skóli sem ég heitir reglulega upp í Fellum, það er Fellaskóli. Þar eru við töluð 22 tungumál. Já. Og svo er það grunnskólinn á Hornafirði. Það er ásamlega. Ég sé nú engan frá Fellaskóla í Hornum, en Magnhildur eftir til ég að koma upp og taka við bókinni svona formlega. Og við komum þessu til þeirra sem eiga skilið. Svo bara í lokin. Þá er ég að fara fyrir dákjöfu. Þetta var einu glæri. Þetta er ekki flott. Ég var sérstilt og skilt komið bæinn. Takk fyrir. Það segir bara fyrir mig að ýmsu tungumálum. Takk. Já, fyrir þessar undirbúningssókn þá vil ég þakka Þorbjörgu sérstaklega fyrir fyrsta lagi til þess að kynningu hér en líka fyrir hennar miklu vinnu í sambandi við þennan leik og ég er svo sannarlega sammálinni að það gæti verið gaman að fylgja þessu eftir frekar og nýta þetta einmitt til þess að viða þessir upplýsingum stöðuna, bæði hér og líka víðar bara á landinu öllu. Og gera þessar einmitt þetta, mér finnst þetta frábært að það komið fram svona eins og gerist auðvitað þegar fólk er að tala saman og þá koma hugmyndir, þá koma lausnir sem að geta skipt fólk kannski meira máli en okkur grunnar. En nú er komið að lokum þessa málþings og ég vil þakka fyrir mig en ég ætla að biðja Jón Torfa Jónasson prófessor og formann UNESCO-nefndarinnar Íslandsskólanefndarinnar Þakka fyrirröður, sælir því, stærlega Víti Finnbogadóttir kaman að því hér. Mér langar til þess að bara nota þetta tækifæri þegar ég lok orðin á þessari viku móðurmáls að nefna hver ég er upptekinn af því hvaða hugmyndir þessi dagur hefur gefið, þessi vika í móðurmáls. Það hefur komið fram hjá flestum fyrirlestum hér og ég umræðinni hérna líka á myndböndunum hvað móðurmálið er okkur dýrmæt eign. Eins og margótt hefur sagt þetta er fjársjóður. Fjársjóður sem við eigum að hlúa að. Fjársjóður sem við lítum á sem menningarleg verðmæti. Og
það er svona undirstrikar það að þegar við tölum menntun og skólastarf að hvað miklu leyti það snýst menningu. Og ég hef þann draumrauna þegar við tölum menntun framtíðarinnar og snúist í auknum mæli menningu. Við fáum að láta menninguna njóta sín í skólanum. Maður sér það á myndböndunum. Hvaða er mikil menning sem kemur fram í því sem hvernig fólki talar, hvernig það er að vinna, hvað það er að rækta. Þannig að mér finnst það vera að undirstrika það að það megi vera útgangspunktur í starfi sem við vinnum í okkar skólakerfi. Og ég held að framtíðin í auknum mæli kalli þetta fram. Þegar við í UNESCO-nefndinni ræddum það hvort við ættum að taka út einhvern dag og gera hann okkar málefni og við sammála það. Og það var leiðarfórum að hugsa og þá kom eiginlega fram að móðurmálstafur væri tilvalið tilefni. Það var eiginlega leiður að það var nefnt og þá var einn allir sammála það að það væri flott og kost. Það vissu við líka að það tengdist stofnun Vigdísar og þessari viðurkenningu sem hún hefði fengið með samskiptunum við UNESCO. Þannig að þau tengst skipti okkur líka máli. Þegar ég fylgst með því, ég hef verið erlendis, ég fylgst með gríðarlegum samskiptum í undirbúningi þessar viku og þessar dags og það er tölvöld mikið verk að undirbúa svona. Í því liggur mikil vinna. Og í þeim undirbúningi liggur líka mikið fjársjóður. Og ég er sem sagt sannfærður það að þetta samstarf sem við tekist með ólíkra aðila skiptir líka miklu máli og í því felst líka fjársjóður. Því að sennilega er það veigamestu þáttur okkar menningar en það er bara samskipti við annað fólk. Mér að segja að ég lesa bók þegar ég var í burtu sem hét bara við erum félagslegur, við erum tengd til þess að vera í samfélagi manna og var gagnrýni á skólakerfið að átta sig á þessu. Mér er svona sem við komum fram hér vera staðfesting á því. En við þennan undirbúning að þá átta ég mig á því hver sterkur hópur hefur náð saman og mér langar til að þakka þessum hópi. Fyrst langar mig til þess að þakka fyrirlesurum hér í dag. Reyndar hefur við í gær frábært erindi í Bergþóru Kristjánsdóttur sem talaði móðurmálið. Mér fannst það alveg sérstaklega skemmtilegt og opnaði þetta nýja hliðarbygging á málinu. Og Hólmfríður nefndi auðvitað marga þætti sem er svona samnefnari fyrir þessa fjársjóðshugmynd en líka nefndi þessa skuldbindingu sem við höfum, þessa formlegu skuldbindingu. Við berum tölulega ábyrgð og við þessu verkefni séu sinn. Nú reyna þetta að undirstrika það hvað skiptir miklu máli, það sé lifandi bakland á svona starfi. Það gerist ekki nema að sé einhver á bakvið. Og ég óskum til hamingju með þá viðurkenningu sem það fengið með því að fá stuðningu með starfsmannið sem var fengið aftur að byrja með. Og það skiptir miklu máli að borgin hefur tekið þetta alvarlega. Og Hanna nefndi líka það sem ég finnst að ég kannski halda meira á lofti svo hún vil gera og það er þetta mikilvægi fjölbreytni og það sé bara fjársjóður í sjálfu sér að það sé fjölbreytni. Ekki bara í kennarahópnum sem hún nefndi líka í nemendahópnum. Það sé í sjálfu sér eftir svona verk og mér er það skemmtilegt í umræðinni sem var hérna fyrir nokkrum áratugum hvernig gætu nú sortið að fólk betur sundur. En svona undirstrika það að það sé kannski keppi að það var sem flesta ólíka hópar saman. Og svo þetta verkefni sem Þorbjörg lýsti og þessi leitastarf, það er stórkostur að sjá þetta koma þarna saman eins og hún lýsti. Og þetta er svolítið skrítið að við sem eigum að vita þetta einn allt saman og við vissum samt lítið. Þetta er svona nærumhverfi okkar. Þannig að mér langt að þakka ykkur öllum kærlega fyrir, en það eru fleiri sem hafa komið til söguna. Og ég er náttúrulega búinn að nefna reynendur. Kristín Vilhjálmsdóttir, verkefnastjóri fjölmenningar á Borgarbókasafni, hefur átt stóran þátt í þessu verkefni og það eru svona margar hugmyndir sem það hafa komið. Það er náttúrulega búinn eins og komið fram búinn að vinna að þessu verkefni töluvert lengi.
Ég þakka þér, Kristín, fyrir þinn þátt. Guðbjörg Ragnarsdóttir frá Kennarasambandinu hefur verið mjög góður fulltrúi Kennarasambandsins og það sem kemur heim við þá hugmynd sem við höfum að kennarinn skipti gríðarlega miklu máli að móta þessa menningu sem var aðeins síðan ferlinu í skólastarfinu. Já, þakka þér kærlega fyrir þetta. Nú, Andá hefur komið þarna við sögu líka og þakka þér fyrir það. Rósa Björk frá borginni, þú nú nýbyrjuð í þínu starfi og svona gott að fá þetta veganesti sennilega. Og Fríða Bjarney, það líka þakka þér fyrir þið þarna saman í þessu og ég örugglega eitthvað þátt í því að borgin tekur svona vel á þessum málum. Og aftur ætla ég að þakka Þorbjörgu, það alveg sérstök hlunnindi að fá að vera með Þorbjörgu í þessu uppbyggingu á Tungumálatorginu og það sem er að gerast þar. Og mér finnst líka mjög verðmætt að Tungumálatorgi núna tengt svona inn í þennan heim, kannski sterkar heldur en áður. Ármann Gunnarsson gerði myndböndin og mér finnst þau vera bara flott. Finnst þau ekki flott efni? Og svona undirstrika það að hann má gera meira af þessu. Ég þakka Ármanni kærlega fyrir sinn hlut. Þannig síðan ætla ég auðvitað að nefna stofnun Vigdísar Finnbogadóttur. Mér fannst það skipta mjög miklu máli að það væri undirstrikað hennar þátt og hennar forysta í þessu máli. Það er svona, hún er að svona hasla sér öll þarna í þessu málaflokki. Augljóslega í mjög góðum hópi fólks, það eru margir sem vilja sýna þessu og gera það mjög. Og ég er mjög spenntur að sjá stofnunina dagna. Það er gott starf undanfarið og á eftir að gera það. Það verður spennandi núna þegar framkvæmdastjóri UNESCO kemur hérna í maí eða og kóa. Þá vona ég að þetta verður svona. Þessu verður líkt frekar þó að það sé annað tilefni kannski við hennar heimsókn. En ég held að við verðum að bara þakka fyrir að þið tókuð vel í að vinna þessu taka svona forystu í þessu skipuleika þennan dag og þessa viku. En hins vegar sýndist mér nú að það var erfitt að vera í forystu hlutverki, það voru allir svo tilbúnir að vera með. Og það kom svo, það Klein Hólfríður og svo Birna Arnbjörnsdóttir kom þarna með sögu og Guðrún Kristinsdóttir hefur nú verið mjög virk að það kæmi það Guðrún og Auður. Það svona sinna þessu hlutverki þangar til meira sem núna stýra þessum málum. Nú þá undir lokin ætla ég bara að þakka sérstaklega Ásrúðu fyrir sinn þátt. Það er ómeðverlegt að fá að vinna með þeir og gaman að skilja það hvað og gera hlutina vel. Þannig ég ætla að þakka því sérstaklega fyrir og við UNESCO-nefndin ég bæði þakklátt þér og svo eitthvað öllum fyrir þetta verka. Og ég ætla að ljúka þessu sem sé með því að segja bara ég var ekkert alltof trúar á það að dagur skipti máli. Nú er ég algjörlega skipti hvað er hægt að fá mikið fram með því að þegar svona hópur tekur sér saman eins og þeir eru ekki. En nú er ég bara svona maður dagsins. Ég ætla að ljúka þessu með því bara það eru ykkur boðið til veitinga hérna frammi og bara þakka ykkur fyrir daginn og fyrir vikuna og allt samstarf og þáttökum.